dag og velkomin til samkundu þessarar. Alltaf gaman að koma á samkundu þar sem drottinn boðaður og hann tilbeðinn tignar. Skiptir ekki máli hver heldur samkona. Aðalatriðið að við fáum að heyra boðskapinn. Þeir eru ekki sammála því. Kannski förum við enn í manngreinarálit og viljum frekar fara þanga en hingað af því að þess og hinn eru alltaf að tala. Við erum óskaplega mannleg stundum að það hálfa að vera nóg. En þetta er allt saman eitthvað sem að fylgjur okkur. En líka rjáttlast af mörgum með tímanum. Og þeir einhvern veginn taka þessu bara með stóiskri vegna þess að þeir orðið skilja hvað trúin merkir og hvað hún er. Kannski betur en þeir gerðu, alveg örugglega til að byrja með. Og meðan menn voru enn á bleikaskýinu sínu svo kölluðu sem að og ég held að kristinmenn væru bara góðir. En svo komist það öðru. Það þeir voru bara ósköp líkir okkur innum. Sem eru stundum góð og stundum ekki. Og það er eins og með annað maður gleymir alltaf einhverju. Nú voru að sjá slökkar maður. Þetta var núla hana. Það er svolítið vont að núla þessa. Veit ekki af hverju. Stundum að fást lengi við hana. En svo gerist þetta nú alltaf á endanum. Svo einhver að segja þá er ég aldrei alveg að vita hvar ég á að núla hana. Flókið fyrir okkur afþýringana. Hún er alveg stundum alveg skelfilega erfið. En stundum er hún alveg svo lamb við okkur. Það er ekki enn komið, en ég er ekki alveg með að reyna hvernig við gerum þetta. Kannski lagast ég setja upp gleraugun. Spám í það. Já, ég vil ekki gler hérna. Hérna. Nei, gler. Já. Já. Nú kveikir hún á sér. Nú góða. En hérna hvað erum við búin að vera lengi í 5 mínútur? Þá er það bara mín 5 mínútur. Við miðum alltaf við 40 mínútur. En það er biblíuþátturinn okkar. Þessi yndislega fallegi biblíuþáttur okkar sem hefur verið í nokkur ár. Það telur þetta orðið í árum. Akkur að telur þetta í árum vegna þess að þetta hefur haldið áfram svona nokkuð hnökralaust en þó ekki alveg hnökralaust. Og það er eins og gengur í þessu bara. Það bara er nú eða ekki og svo framvegis og framvegis. En þó þetta leggist niður þá getur alveg bókað það tekur eitthvað annað við hjá þessum sem er ekkert að fara neitt úr þjónustunni, hún heldur bara áfram. Með þessum hætti eða einhverjum öðrum hætti. Og þannig á það líka að vera hjá þér. Leyfðu þjónustunni bara að halda áfram, já, hvernig svo sem þú ert stendur. Það skiptir ekki öllu máli. Snýrum öfugt hjá með þessi. Það er ekki að spyrja því. Það er allt á haus í dag. En þetta verður nú samt góðu þáttur. Og drottinn hann er góður við okkur og leyfir okkur að hlusta á orð sitt. Í raun og veru bara þegar við viljum það. Við lifum þá tíma í dag að þetta er í boði bara þegar við viljum það. Við erum með á netinu allt sem við viljum hafa og líka orð Guðs eins og við viljum hafa og við getum grafið gamlan hætti. Við viljum og við getum grafið þar upp bara beinar útsendingar frá samkomum hérna og hvaðan úr heiminum.
Þannig að við erum ekki bara með íslenskuna lengur á Íslandi, heldur erum við með öll tungumál sem þekkjast. Við getum fundið það í kringum okkur, í gegnum tækin okkar. Þannig það er búið að tengja þetta allt saman í einn farveg, má segja. Við erum búin að tengja þetta saman í gegnum gervihnettina, sem eru náttúrulega stórkostleg uppgötvun. Og hún allavega hefur gert það gott að við erum með hérna kristilegt efni sem við viljum. Og ég held það, að ég hafi neina mælingar fyrir mér í því, að það efni sé mjög vinsælt efni og það séu fleiri að horfa á það en okkur grunar. Horfi ég mikið á það, reyndar ekki, en það kemur fyrir að ég grípi í þennan þráð og það er kannski ekkert að marka það. Ég sem meira og minn í kirkjunni, já, allavega tvisvar í viku og oftar. Þannig að þetta er ekki alveg saman að jafna og hefur verið þessi kirkjusækni maður alveg síðan ég kom að austan, svo ég segi nú eins og enn frá því. Þar var ég kirkjusækin maður líka, eða svo langt sem það náði. Ég fór á messurnar hálfsmánaðarlega, af því þær voru ekki oftar í boði, og systkini mín fyrir sunnan, hún var ekki mikið að heimsækja mig. Þau vissu svona sumpart af mér og ekki. Ég man alltaf eftir því að einn vinu minn, sem ég nú ekki hitt lengi, að ég var svona svolítið fúll út í hann kom, sagði mér það, en ég sagði, akkur heitir mig ekki maður? Ég bara hugsaði ekkert út í það. Nákvæmlega. Við hugsaum ekkert alltaf út í allt sem er í kringum okkur og við erum náttúrulega ekkert að fara á þennan stóðu endilega til að hitta eitthvað. Við erum bara í raun í vinnunum okkar og við sumir vinna þannig að þeir fara við það. Og koma þennan stað og þar var konni og við hittustum ekki, það er bara enga tími í það sem. En hefði alveg örugglega geta gefið sér mínútu ef hann hefði viljað það, en myndi bara ekki eftir mér. Þess að gengur í þessu. En mikið óskaplega hefði ég haft gaman að ég hitta hann. Bara vegna þess að þetta er trúaður maður og ég vissi það og veit það. Og ég var á þeim stað þá að ég þráði ekkert meira og frekar heldur en að hitta hann að veifi allavega að trúa fólk sem ekki var mikið á staðnum. Og þannig held ég að landsbyggðin sé að þetta sé nú ekki mikið trú á staðnum og þeir sem eru með trú, að þeir eru meira og minna með þetta bara einir út af fyrir sig. Ekki að ég segi viðurkenni það nú reyndar ekki að þeir séu vanræktir, ég trúi því nú ekki. Ég var það aldrei, þeir vissu alltaf Norðfirðingarnir að ég var trúi manneskja, það fór ekki á fram í og neinum. Ég man aldrei eftir því að það hafi verið að ég hafi eitthvað verið vanvirtur við það. Svo við rautum það, ég hef bara aldrei verið, svo ég muni verið eitthvað sérstaklega vanvirtur. Ég veit ekki eins og hvað það er. Þá sögu á ég ekki, ég veit ekki með þína sögu, hún er kannski alveg svoleiðis og vanvirðing fram og tilbaka, en það er ekki í mínu tilviki. Og allir maður getur þá bara ekki þakka Guði fyrir það. Maður getur þakka Guði fyrir svo margt, mjög margt. Bara það maður skuli tilheyra Kristi í dag, hvað er meira þakkavert fyrir trúaða mann heldur en hann ákamlega það að eiga hann að, ekkert. Og mér finnst það alveg sjálfsagt að við sýnum þetta þakklæti okkar með því að vera svona allavega annað veifið að boða trúna með þeim aðferðum sem okkur er uppálagt að gera. Og ég trúi því að hver maður hafi í raun leiðina en ég veit ekki hvort hann er að fara á hana. Það kallar á önnur viðbrögð, það kallar á annan stíl og þú kannski þarft að eiga eitthvað til þess. Ég þarf kvikmyndavél og ég þarf ljós og ég þarf þetta og ég þarf hitt og græju til þess að gera þetta allt saman. Og Drottinn setti þetta bara upp í hendurnar á mér. Og ég veit að hann gerði það líka við þig, ef hann gerði það við mig og ef það er köllun þín,
bara bytta hann þetta, farðu bara af stað. Ég á nú enga pening, ég átti enga pening heldur. Ég hef allt sem ég þarf. Og ég hef verið láglaunamaður í 30 ár, en er með allt sem ég þarf, þrátt fyrir það. Góðar græjur, fínar græjur, bestu mögulega svona með bestu græjur sem hægt er að fá. Og ekkert minna heldur en það. Af hverju? Þannig Drottinn setti þetta upp í hendurnar á mér. Hann vill líka, það hefur tekið þetta, hann vill að við gerum þetta vel. Hefur við gert þetta vel? Ég held ég hafi gert þetta bara, já, nokkuð vel. Og veit að það vilji Guðs með þetta. Og ég veit að hann vill líka fyrir þína parta að þetta sé vel gert sem þú gerir. Þannig að maður sem í Guði tekur trú sína alvarlega, hann kastar ekki til höndum með neitt. Hann leyfir sér ekkert kæruleysi að því hann er meðvitað sér það hverjum að þjóna. Og það er nú stór biti að vera sér meðvitað það. Það eru bara forréttindi. Þess að það tekur maður svo alvarlega. Maður er ekki að leika sér neitt, bara aldeilis ekki. En þetta heitir Biblíuþátturinn okkar og þessi þáttur er svona hvatning til þín og okkar allar að lesa sjálfur í orði Guðs. Að láta sér ekki nægja að vera bara mataður af öðrum á orði Guðs. Það er þessi mjög óábyrg staði fyrir trú að vera þar. Ég veit ekkert hvort að þeir eru margir að fá sem eru þar, en ég samt að þar séu einhverjir. Og ég segi, komið ykkur þaðan og berið þið bara ábyrgð á þessu sjálfur. Og ein ábyrgðin sem liggur á okkar herðum, hún er bókin. Ekki þessari stöðu, heldur í opinni stöðu. Og þá lítur hún svona út og meira. Og þú þarft gleraugu, þá setur þau upp og nú getur þú farið að lesa. Þetta er svona hvatning til kristinna manna og kvenna að vera svolítið gerendur orðsins, ekki bara þiggjendur. Og það að lesa orð, fræðast upp úr orðinu og gefa sér tíma í orði, það er að vera gerandi orðsins. Þú sért ekki predikari, þú sért ekki að skrifa eða neitt þannig og láta neitt frá þér, þá ertu samt gerandi fyrir sjálfan þig. Og það má alveg. Það er ekki allir kallaðir til þess að predika. Það eru sumir kallaðir það, en það eru allir kallaðir til að lesa. Kallaðir til að vera vel aðeins fyrir orðinu, gefa sér tíma í orði. Því að ef það byggir mig upp sem það gerir, þá byggir það líka þig upp. Af því að þú ert líka að gera það. Þannig við verðum að vera með þetta alveg á hreinu hvernig þetta virkar. Og þú, svo fyrir utan það, sem trúi manneskja, sem ég veit að þú ert, þá líka er gríðarlegur áhugi hjá þér, hvað sem þú síðan gerir, að, já, gefa þessari bók góðan tíma. Hvort þú gerir það, bara ég hef ekki hugmynd og ég þarf ekkert að vita neitt um það. En það væri gott fyrir þig, alveg svo það er fyrir mig, að gefa þessu tíma og ég segi á hverjum degi, já daglega, en nú höfum við ekki volna ekki, það er bara ekkert full mikið. Það er bara það sem við þurfum. Ég er ekkert að tala um 3 tíma á dag, ég er kannski að tala bara nokkra mínútur. Áður þú verið í vinnuna, grípa bókina, lesa eina setningu eða eitt vers eða hvernig sem það er, nokkra mínútur. Ég er ekkert að tala um neitt annað. Ef þú gerir þetta daglega, og þú eldist, þú sér það 30 árum seinna, þá hefur nú lesið býsna mikið í orði Guðs. Ekki? Ef þú hefur gert þetta samsamlega á hverjum degi í 30 ár, þá sérðu að blaðsíðurnar eru orðnar nokkuð margar. Og ég tala nú ekki um ef þú ert manneskja sem hefur gefið þér tíma til þess að stúdera aðeins orðið í hvert sinni sem þú lesta, það kannski tekur aðeins meiri tíma, þú sér að þú ert búin að fá alveg hellinga næringu upp úr orðinu. Og það er þetta Guð vill. Það er það sem trúin þín í hjartanu þínu er að kalla eftir, fyrir þína parta. Trúin hjá mér hún kallar fyrir mína parta, en ég er ekki þú.
Og ég hef verið duglegur og samviskusamur við þetta verk, ekki af neinni ástæðu annar en að ég bara vilja það sjálfur. Ég kann vel við mig með orðið fyrir fram að mig, og ekki bara orðið fyrir fram að mig, heldur að stúdera það með einhverjum hætti. Og ég held að það líði varla sá dagur þar sem ég er ekki einhverju leit að stúdera orðið. Þetta er sjálfsólar og örugglega í þínum augum. Þetta er bara sannleikurinn. Þetta gerir mig ekkert að meiri manni en þig, það er ekkert verið að tala um það, en þetta gerir mig að þeim manni sem að kannski veit aðeins meira orðið en þú að því að ég gefi mig tíma. Þú þarft líka að gefa þér tíma, alveg svo ég gefi mig tíma. Við gefum okkur tíma, við erum alls konar að gera, en við höfum aldrei tíma til þess að gera neitt með þetta. Við erum samt trúaðar manneskjur, við erum alltaf æjaðar að drífa í þetta, að við erum alltaf að drífa okkur í þetta, okkur gerum við þetta ekki bara. Því að svo vel þekki ég Drottinn að því hann elskar þig, hann veit alveg hvað hann er að tala um, hann veit alveg hvað hjarta þitt þráir, hann mun alltaf ýta þér í þetta. Gerðu þetta bara. Og finndu gleðina því að fara út í þessa sálma, því þetta er gleðigjafi. Alltaf. Þetta er aldrei mæð og pína að gera þessi verk. Þetta er bara gleðigjafi. Og verður gleðigjafi fyrir þig alveg eins og þetta hefur verið gleðigjafi fyrir mig og ég eitt alla aðra sem að trúa á Krist það líka. Þannig við erum ekkert að blaðra út í bláinn. Kannski líta menn svo á að þetta sé bara blaður út í bláinn, en þetta er það ekki. Þetta er bara það sem er. Ég tala sem einstaklingur, sem hefur haft mikla gleði út úr því að gera það sem ég hef verið að gera í þessa áratugi að baki. Hver nennir að hanga í einhverju áratugum saman sem mann finnst hvort hundleiðileg? Þá er sjálf hægt. En þegar hann hefur gaman að því og alltaf ég gaman að því og meira gaman en minna gaman, þá heldur hann áfram. Þetta er munurinn. Og hvað er það sem heldur þessu vakandi? Það er trúin. Og hvaðan kemur trúin? Hún kemur frá himni. Og Kristur er stöðugt vakandi og á verðinu til að fylgjast með þessu og þér og okkur. Þannig að það er aldrei neitt upp á hann að klaga. Þú getur ekki sagt við sjálfan þig neitt að þú voru aldrei fengið neina hvatningu. Þetta er rangt. Þú fengið marga hvatningu ef ekki frá mönnum í kring þá frá Jesús sjálfur. Það nefnilega lifir. Það lifir í þér fyrir heilagan anda. Heilagur andi, þeir eru í stöðugu sambandi. Hér og nú eru þeir í stöðugu sambandi. Hvernig líst þér á svona boðskap? Þið líst vel á hann, að ég veit að svo vel að þér ert í Biblíunni að þú ert með þessi mál á hreinu. Hvað ert að gera dagsdaglega ef ég ekki hugmyndum, en ég get alveg hvattir til þess að taka frá tíma á hverjum degi í verkin. Það hef ég gert. Alveg segin fekk fyrst trúna. Þá hef ég gert þetta. Segi þetta við þig vegna þess að ég er að hvetja þig til dáða og góðra verka. Og þess vegna er þessi biblíuþáttur, heitir það nú bara, í gangi. Til þess að fá okkur til þess að gera þessi verk sjálf. Og það held ég að allir menn geti vel tekið undir að sé betur en verra að vera með þetta verkefni sjálfur og þá ertu í raun að færa trúna ábyrgðina af trúni á þig sjálfan. Því að það raunverulega getur enginn borið þessa ábyrgð nema þú sem einstaklingur, alveg svo ég sem einstaklingur þarf að bera þessa ábyrgð og gera þessi verk, þá þarf þú líka að gera. Samfélagið er svolítið annað. Samfélagið er vegna þess að það getur verið svo staða uppi og er líklega svo staða uppi að þú hefur við engar að tala. Fjölskyldan alveg svakalega sammennaður, svo frelsaðist þú, þá ættu að tala við þig, það er nú ekki sérstaklega gaman að tala við þig og ef þið komum saman þá komstu aldrei orðið Guðs staðar. Þannig að þú ert bara út í horni hvernig sem og allt er lit. En það er ekki þannig þegar þú ert í samfélagi við trúafólk. Þar ertu bara innan þetta fólk sem er að gera sama og þú. Og þar ertu ekki einn.
Ef þú vilt að ræða Guðsmálið sem kannski ekki alltaf, þá bara gerðu svo vel. Hvað viltu tala? Og þið farið að spjalla saman sumir kannski spjalla reikningar sem þeir eru að tónlast á og ná ekki alveg og halda að þessi þeim skilji þetta betur. Og það gott mál. En ég get lofa því, í fjölskyldunni fallegir og allt saman það er þetta ekki til tals að gera þetta, af því þú ert einn með þetta. Serð ekki ástandið, serð ekki hvað Guð er að gera, serð ekki hvað Guð er að tala og heyr ekki hvað Guð er að tala. Hann er að vísa þér inn í samfélagi. Það er þarna. Það byrjaði bara strax og Kristur kom, þá byrjaði samfélagi. Þeir voru samfélag, strákarnir, Jesú og lærisveinarnir 12, þetta var lítið samfélag, en þetta var samfélagi þeirra. Sjálfsagt hefur það vaxið hratt, já ég veit reyndar ekkert um það, þeir voru allan saman allan tíman og þeir áttu þetta nána samfélag allan tíman meðan Jesú var með þeim og hann kendi þeim og þeir voru heppnir þar. Þeir fengu þá bestu kennslu sem að nokkuð kristinn maður hefur fengið, beint af vörum Krists. Við erum að vísu með þessa kennslu í þessu formi, en ég veit ekki hvað mikið af orðum Drottins eru skráð hér. Kannski voru þeir 1000 sinnum fleiri sem þeir heyrðu. Þeir eru lukkuna pamfílar vegna þess að þeir voru uppi á þeim tíma þar Kristur var sjálfur, því það er sagt frá því að hann hafi verið hérna á 3. ár eða 4. ár eða 3 ár, eitthvað svoleið. Hann var stöðugt með þá að kenna þeim. Þið getið rétt ímyndað ykkur allt magnið af kennslunni sem þeir fengu. Hvort hún skilaði sér 100% yfir í Nýja testamentið, það leyfi ég mér að efast en allavega nógu mikið er það til þess að við vitum vel góð skil á hvað trú er. En að Drottinn auðvitað veit hvernig hann á að gera þetta. En ég hygg að það hafi verið sagt miklu meira heldur en við nokkuð að lesum hér og það er alveg rökrétt. Því að Kristur sífellt að kenna, hann hefur nú sagt býsna margt sem rúmast ekki í einni lítilli bók. Þannig við veitum alveg hvernig bækur eru og þeir sem skrifa bækur vita það líka, svona heimildabækur, þeir velja og hafna hvað þeir vilja hafa. En reyna þetta að velja þannig að komi ykkur heildarmynda og ég held að Nýja testamenti sé vel gert að því leyti til, það er svona heildarmynd á því. Svo að til séu, frá grunni miklu meiri upplýsingar heldur en við nokkuð tímann munum fá. Þetta segi ég bara vegna þess að ég veit hvernig lífið er. Það er fullt af hluti sem er að gera bara hér og nú sem þú munt aldrei vita og engin annar vita vegna þess að það verður ekkert getið nema bara part af þessu. Og sumt eftir minni sem náttúrulega ekki gott og ekki mjög áreiðanleg heimild sem er eftir minni. Þetta er allt saman skrifað af mönnum sem voru samtíðarmenn Krist og þessi Nýja testamentið og Biblían öll, Nýja testamentið allt er skrifað af þessum mönnum. Páll á stærstan hluta af Nýja testamentinu og hann var treyst fyrir þessu, hann var ofsangjandi kristinna manna það. Svo er Drottinn. Þetta er líka mynd af því að ef að maðurinn er komin í Jesú nafntíðin, þá tekur honum sig Jesú nafn. Þessi maður, þetta er stórgleipa maður. Eitthvað svoleiðis. En Kristur er ekkert að horfa í það. Kannski var hann það. En hann er það ekki lengur eftir að Kristur er búinn að ná honum. Þannig var með Pál. Þetta var alveg svoleiðis að rakin ofbeldismaður og naut þess að taka í menn. En hann hætti því þegar Kristur komst inn. Þannig hann er mildur og góður og Kristur og Páll varð þessi mildi góði maður. Algjör umskipti. Hvernig með þig? Ert þú þessi mildi góði maður sem Kristur vill sjá í þér? Ég bið það, já. Er ég þessi mildi góði maður sem að Kristur vill sjá í mér? Ég bið það, já. Kristur verður bara að sjá það að þetta sé. En hann er alveg fær það. Við sjáum að hann breyti Páli bara bang.
hendir honum á baki og hann skellur á jörðin og svo rís hann upp sem gjörbreyttur maður. Sekúndubrot, 1 og 3 bingo, allt komið. Hann gerir þetta enn. Sú mannskap sé frelsisverkið ekkert, ég er nokkuð vissu það, ég er enda að veit svo sem ekkert hvað menn, en ég man það eins og gerst á í gær. Og ég, já, þetta er Guð. Og ég vissi að ég færi aldrei þaðan aftur. Bara strax. Og ég þekkti Guð ekki neitt í raun og veru. En var viss samt í hjarta mín að þaðan færi ég ekki. Og ég er hérna ennþá bráðum 40 árum seinna. Og ekki að fara neitt. Ég veist frábært að fá svona fullissu. Ég er alveg pottþétt ekkert eini maður þetta. Ég held að þegar Páll verður fyrir, þegar hann með henda hestbaki og hann frelsast þegar hann skall með hausinn á jörðina. Hann vissi það held ég alveg pottþétt, bara eins og ég og margir aðrir. Hann færi aldrei neitt það. Þarna væri svarið, þarna vildi hann vera, nákvæmlega, eins og maður vill sjálfur. Maður vill bara vera þess að Kristur er boðaður. Já, hann gaf okkur samfélag og það er samfélag. En þú ert hlaupandi inn og út úr samfélag. Þetta þér líkar ekki í samfélag. Af hverju? Það býr gremja í hjartanu þínu sem er ennþá á þeim stað að þér mislíkar við fólk. Þér illa við þennan. Hann sagði eitthvað við þig. Það er hann nú hérna. Eitthvað svona. Ef þú gerir ekkert í málinu, þá losnar aldrei þetta. Hvað getur þú gert? Ég skal segja þér hvað þú getur gert. Myndu Kristum að taka þetta frá þér? Gera það? Hann myndi alveg pottþétt gera það. Ef hann heyrði kallið frá þér. Við höfum að eiga svona trú sem að gera það verkum að við viljum bæta okkur. Við viljum bæta okkur. En við höfum ekki leiðina til að bæta okkur. Og við stöndum og hjökkum alltaf í sama farinu. Kristur er með þetta allt. Og þess vegna vill Kristur að við hænustum að sér. Hænustum að honum. Og hann þekkir þetta allt saman. Hann gefur okkur stund sem verða okkur kærar stundir. Þar sem við erum að grúska svo lítið í orði Guðs. Gefa okkur tíma til þess að, vita aðeins meira orð Guðs. Gefum okkur tíma í það. Það tekur tíma að vinna orð Guðs. Við erum upptekna manneskjur. Á harða hlaupum fram og tilbaki að redda einu og öðru. Svo reddum við aldrei neinu. Við erum bara hlauparar og þreytustum. Það er allt við sama vegna þetta að við erum svona hlauta þyrlar að við ætlum að fara í þetta og svo gerðum við það ekki. Orð Guðs er eins, það er eins með orð Guðs að þú ætlar að fara í það, nú ætlar að fara að taka þetta ekki. Svo tekur bókina, hringir ekki síminn. Það er svo skreppaðast við þig. Þú er búinn að ákveða það og þá fyrir bókina aftur hérna. Og þú þottinn, hitta vin. Það var ekkert úr lestri þann daginn. Svo komstu heim, svolítið fúll. Það hefði orðið smá svona orðaskak og milli ykkar. Getur gerst. Og varstu húll. Ég hef ekki að lesa þetta orð Guðs í dag. Segir þau, kennir orðið Guðs að svo sé fyrir þig komið. Og það tekur nokkra daga kannski að koma sér aftur á stað. Nú varstu vondur út í orðið. Og hvað segi ég við þessu? Og hættu þessu. Er það hægt? Það hef ég oft sagt og stendið það er allt hægt. Og þú getur hægt hvaða lesti sem þú vilt. Byrjaðu bara einhvers staðar.
Og þeir rjátla staðir einn og öðrum, mikill pakki af löstum, fylgir okkur mönnunum. En þeir rjátla staðir einn og öðrum. Og enn í dag maður að losna við svona lesti í raun og veru sem hafa fyllt manni lengi og allt á lengi. Þegar Drottinn að vinna. Og þess vegna hvetur hann mig og þig og okkur til að halda áfram. Já, lækningin kemur ekkert endilega eittur á bingo. Hún kemur á leiðinni. Sem segir mér það að nú dagur og núna ég enn á göngu með Drottni. Hvað ætlar hann að losa mig við í dag, veit ég ekki. En eitthvað mun hann losa mig við, hann veit það, ég veit það kannski ekki. Og mér alveg saman, ég þarf ekki að vita, ég vil bara losna við það sem ekki á að vera. Þannig held ég að þú sett líka stendur, hvað þið sjálfan varðar. Ef við gerum okkar, þú sér þessa biblíustund okkar hérna, og þú sér bækurnar hérna við erum sitt hvora hönd. Þetta orð Guðs. Og þú grípur bókina, þú sér feita kallinn og Hrafnarfirði gera það. Og, já, sveimir það og sér tapa eftir með það. Og þú var að lesa líka á lokaðinni. Nei. Og hérna, annars ég nú reyndar ekki kallinn sem að gríp bara einhver staða niður í þetta. Ég nú langt síðan ég tók þetta miklu skipulegar og les bara frá, mér finnst það gott ráð og mér finnst það gott ráð að gefa öðrum. Byrjiði bara á Matthíasar guðspjalli og lesiði bara alla biblíuna. Svo þegar þið lesið síðasta orðið í Opinberunarbókinni, byrjiði bara aftur á Matthíasar guðspjalli. Þá ertu að lesa og lest allt. Og þú ert búin að fara mörgum sinnum yfir þetta, þá sérðu sjálfur að það hefur eitthvað hellingur orðið eftir. Skora á verinu. En þetta ekki gert þess að þú geti beltið út og allir að horfa á þig hvað þú klári í þessu. Hvaða máli skiptir það? Þú ert ekki aðeins fyrir aðra. Þú ert þess aðeins fyrir sjálfa þig. En þú kannski talar þetta svona að því þú ert að hvetja menn á sama stað farið í þetta. Já, þú dagurinn sem við ætlum að fara í þetta. Við ætlum að stúdera orðið. Við ætlum að gefa þessu einhvern tíma. Við játum og dæla jafnvel að við elskum Jesú. Já, hann hrifinn af því og vill heyra þetta. En hann vill líka sjá þig vinna í orðinu sínu. Því það byggir utan allt sem þú átt. Og setur skjöld og líf utan allt sem þú átt og þú þarft á þess að halda. Það full vinna getur verið það að þjóna Guði. Þess vegna slugsust við ekki lengur við þetta. Og hellum okkur í þetta í alvöru, af alvöru, að við verum alvöru fólk. Kristinn maður sem gerir þetta sem hann kallaður til að gera leið alvöru maður. Við höfum að vera alvöru menn eða konur. En við gerum þetta daglega og þetta verður bara partur af okkur. Ég lofa þér þetta verður partur af þér. En ef þú byrjar aldrei, hvernig ná þetta þá að geta orðið partur af þér? Þú er að byrja. Nú er góður dagur til að byrja einmitt þessa göngu. Jafnvel upp á ný. Með bókina þér í hönd. Allt tilbúið til þess að gera öll þessi verk. En eins og orðið segir sjálft og Drottinn segir sjálfur, þú ert að vinna. Sá sem ekki vill vinna og ekki mat að fá, segir hann. Hann er ekki að tala um steikina í ofninum, hann er að tala um þetta. Þetta er matur. Þetta matar þig. Þetta matar hjartað og þú skilur betur það sem Guð er að gera.
Þú þarft að fá þetta. Þetta þarf að vera því næring líka. En þú sinnir henni ekki, sinnir þessari næringu ekki, hvernig náðu hún þá að komast í hjarta? Þetta er ákveðna leiðir sem hann hefur. Daglegar leiðir sem hann hefur, alveg þú sest við matarborðið daglega og lærið ekki máls og öðru, þá er þetta líka eins uppbyggt. Þannig við erum með þetta allt í kringum okkur, við erum með lærdóm en allan í kringum okkur bara í þessu venjulega, oft á tíðum. Hann vil að heimfæra þetta upp á það sem hann er að gera. Já, það er verk að trúa á Jesú og það er vinna í kringum þetta allt saman. Þú veist að það er vinna að lesa. Þú gerir ekki margt annað á meðan þú ert að lesa. Nei, þú bara einblínir á lestur. En þú hefur þetta þannig, og það er gott að hafa þetta þannig, því að þetta þarf ekki að vera langt. Að þú gefur þessu ekki í hálfan og heilan dag, gefur þessu kannski bara 10 mínútur korter. Ef þú gerir þetta á hverjum degi, þú gerir þetta allt árið. Og það skiptir sköpum. Að gera þetta allt árið segir að þú ert öguð trúið manneskja. Og ég held að það sé bara gott og góð meðmæli fyrir hvað sem er mig að þig að fá þetta. Þú ert öguð trúið manneskja. Ertu það? Ég bið Guð að þú sért það, já. Guð gat aga mig undir þetta, það er bara engin spurning. Þá getur hann líka agað þig. Það sem ekki verið til óagaðri manneskja heldur en ég hérna í eina tíð. En það er ekki lengur. Þannig að við getum tekið hann tollir ekkert inn og var neitt, já, Guð má vita hvernig. Það er ekki lengur. Ég tolli. Alveg eins og rekinn í vegginn. Eins og nagli rekinn í vegginn tolli ég. En þannig var það ekki einu sinni. En svo breyttist það. Við kann miklu betur við þetta svona en það var. Alltaf var það kringur sem maður. Miklu betur þetta, þarna væri nú gaman að hérna. Svo fór maður hangað og mætti maður alveg nákvæmlega sama. Maður. Það bjó allt í hjartanu, minn kæri. Drottinn er að taka á hjartanu þínu. Hann fyllir það orði í hjartað og hjartað verið að vinna úr orðinu. Þannig breytist lífið þitt orðinu samkvæmt orðanna hljóðan. Þetta er ekkert sjálfkrafa. Þetta er ekki bara að því bara einhvern veginn. Þú lagðir á því vinnuna sem þurfti. Og það er nú aldrei skaman maður. Og ég í alvöru talað, kæru vinir, þetta er rosalega gaman. Mér finnst þetta alveg rosalega gaman. Og ég væri nú líklega búin að fá leið á þessu ef að ég fengi leið á þessu. Það er engin leiðamerki á mér hvað þetta varðar. Þó ég sé að daglega fórst við þetta með einum öðrum hætti. Og gert í öll að sjá. Hvað annað getur maður sagt verk sem maður er að vinna daglega, maður fær ekki leið á þeim, nema að það er eitthvað lífandi við þetta. Eitthvað sem maður þekkir og kannast við er við þetta. Þú þekkir nefnilega Jesú, veistu af hverju? Því hann þekkir þig. Þú ert vinur hans að því hann hefur gefið þér vináttu sína. Hann gaf þér trú og hann gaf þér vináttu sína. Og þar með er allur pakkinn hans komin yfir til þín. Allt sem þú þarf er komið yfir til þín. En þú þarft að sinna því. Þú ert að vinna að því. Hann vill ekki að við séum bara með hangandi hendi, já, hundleiði út í horni. Við getum alveg verið það. En hvaða líf væri það? Hvaða trúarlíf væri það eða því væri svona háttað? Bentu mér á það, ég sé það nú reyndar ekki. Og ég held þú sjáur það ekki heldur. Þannig við sjáum að eftir stendur það að við verðum að gera þessi verk. Og grunnurinn að undir allt annað sem við gerum er orð Guðs. Ertu ekki sammála því? Alveg 100%, ég veit það.
að því svo mikið þekkjur þetta. En það mjög lítið sem ég get gert nema bara hvatti að borðinu. En þú verður að taka á diskiðinn, þegar ekki ætla ég að éta fyrir, ég geta það ekki. Þú verður að borða sjálfur, eins og með orðið. Þú tekur það þér í hönd og svo ferð að lesa. Ég er að lesa, ég reyndar að lesa núna uppátt, svo þú heyrir það. Við erum núna í Mattheusar guðspjalli, 12. kafla. Eins og við höfum oft sagt hér að þá er þetta ekkert skipulagt, þetta er bara einhvern veginn, grípum bara einhvern veginn inn í þetta vegna þess að þetta er ekki þannig séð massív biblíufræðsla, þetta er bara hvatning til þín að þú sjáir þetta sjálfur. Ég veit að þú hefur stund fyrir þetta. Ég hef stund fyrir þetta og þú hefur líka stund fyrir þetta, en ert að finna þessa stund, ert að ígrunda eitthvað að finna það. Ég veit það ekki, en þú þarft að skipuleggja þig í þetta. Skipulegt líf er gott líf. Það er langt sem maður sá þetta. Og fyrir mér er þetta bara reyn viska að vera með líf sitt svolítið skipulegt. Jesú fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hann og þeir spurði Jesú, er leyfilegt að lækna á hvíldardegi? Þau röðust kæra hann. Við sjáum að hjartaði svolítið mölgetið. Hann svarar þeim, nú einhver ykkar eina sauðkind og hún fellur í gryfju á hvíldardegi. Myndi hann ekki taka hann og draga hann upp úr? Hve miklu er þó maðurinn sauðkindinni fremri, það er því leyfilegt að gera góðverk á hvíldardegi. Síðan segir hann við manninn, réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farísearnir út og tóku saman ráð sín gegn honum og hvernig þeir gætu tekið hann af lífi. Sakarefni var nú bara þetta, að þeir horfðu á hann lækna á hvíldardegi. Við sjáum bara hjartalæg, mölgeti hjartalæg, skemmt og skaddað hjartalæg. Heimurinn er fullur af þessu. En við erum ekki þar, við erum með annars konar hjartalag og mildar og mýkar. En það er ekki okkar að þakka, það er trúni að þakka að við eigum það. Við erum að segja frá þessu. Við erum að vera þetta fólk og við erum allt vera gerendur orðsins, í Jesú nafni. En það komið tími á okkur, og þessu líkur ég með, Konráð þakka fyrir þig og heldur þessu góða verki drottins áfram, í Jesú nafni.